Arnar, hvert svona markmiðið með þessu verkefni núna, æfingum og síðan þessum leikjum ytra? Markmiðið er auðvitað bara að halda áfram að þróa okkur leik og bæta. Við fáum núna 3 góða leiki út í Tékklandi sem að við nýtum til þess að svona aðeins að koma okkur í gang aftur en að samanskapa að bæta við okkur leik í öllum þáttum leiksins og það er svona helsta markmiðið að sjá framfarið þar. Og gott að fá verkefni svona snemma tímabils, er þetta eitthvað sem þú lagðir áherslu á? Já, við gerðum það. Við lögðum áherslu á að fá leiki núna og hefja þar með undirbúningin fyrir EM og svo verður alltaf líka frábært að fá pálverðina hérna heim og spila 2 leiki hérna heima í október. Þannig að já, við lögðum áherslu á þetta og erum bara sátt við svona hvernig undirbúningnum er stillt upp fram á móti. Hvaða leið er þetta sem þið farið að spila við þannig ytra? Heyrðu, það stóna til að spila við Egyptana þarna á laugardaginn en það er hættu nú við að koma þannig að við fáum eitthvað sterkt heimalið, lofum við þeir. En við byrjum að spila við Pólland núna á fimmtudag og svo eigum við Tékkana á laugardag. Hörkulið, engin spurning. Það er svona, já það er alltaf einhverja breytingar á honum eða hvað? Já, en þetta er nú samt svona nokkuð gott en þetta er alltaf eitthvað og leikmenn bæði hnjaskaðir og já og eru sumir sem eru að koma tilbaka eftir meiðsliða barnagnir þannig að jú, þetta er alls konar en ég er mjög sáttur við það sem ég er með og með sterkan hóp og við æfingar í dag og fara í þessa leiki. Og hafa verið æfingar undanfarna daga? Já, við svona byrjuðum, við hittumst á föstudaginn og erum búin að vera í samstarfi við HR í testum hjá þeim. Frábæru samstarfi, mikil fagmennska á bak við allt sem við erum búin að gera. Svo tókum við fyrstu æfingunni í gær og hún var góð og æfum eftir í dag og svo er bara farið út á morgun.